Komið sæl. Núna ætla ég reikna með fleiri en einu myndbandi að byrja að tala líkindi eða líkur. Nú, við höfum einhverja hugmyndum hvað líkur á því að tilteknir atburðir gerist eru. Þið getið til dæmis sennilega sagt mér hverja líkurnar eru á að teningur sýni 5 til dæmis. Það ein hlið af 6 og þær eru allar jafn líklegar, þannig að líkurnar eða líkindin fyrir því að teningur sýni 5 eru 1/6. Eins gætuð þið sennilega sagt mér að líkurnar á því að tíkall sýni skjaldamerkið þegar honum er kastað, það eru hálfur eða 50%. Nú, eða ef við erum að draga spil úr spilastokki og ég spyr ykkur, hver eru líkurnar á því að þið dragið spaðaásinn, ef þið dragið spil úr spilastokki og þið vitið að það eru 52 spil í spilastokki, þannig að það hlýtur að vera 1 á móti 52 að fá spaðaásinn. Þar sé að við veljum spil algjörlega af handahói úr spilastokki. Nú, ef við erum með krukku með kúlum, segjum að það séu nokkrar bláar og rauðar kúlur þarna á henni, segjum 2 bláar og 3 rauðar til dæmis, að þá eru líkurnar á því að fá rauða kúlu, ef við drögum kúlu þarna af handahófi upp úr krukkunni, 3/5 er það ekki. Það eru 3 af 5 kúluna sem eru rauðar, þannig eða 60%. Þannig að ef við veljum kúlu algjörlega á handahófi, þá nú líklegt að 60% líkur á því að við fáum rauða kúlu. Þetta hefði sennilega geta svarað mér án þess að hafa séð nokkuð líkindi allavega svona formlega. Við höfum einhverja tilfinningu fyrir þessu. En við viljum að fara að skoða aðeins flóknari verkefni en fyrst að tala þá nokkur lykilhugtök. Fyrst skulum við nefna tilraun eða slembitilraun. Það eru tilraun sem hægt að endurtaka og hefur ekki fyrirfram þekkta niðurstöðu. Til dæmis eins og að kasta teningi eða teningum, velja kúlu úr krukku, draga spil úr spilastokki eða hvað enn. Nú, útkoma, það er einstök niðurstaða tilraunar. Tilraunin teningakastu okkar getur skilað þristi eða ef ég dreg spil úr spilastokki ég gæti fengið tígulás. Það er þá ein af mögulegum útkomum tilraunarinnar. Eða ef ég er að taka 2 kúlur úr krukku þá er ein niðurstaða að ég fái fyrst bláa og svo rauða kúlu til dæmis. Nú, þannig að sennilega þá hefði ég kannski ekki þurft að nefna þessa hluti, hvað tilraun væri og hvað útkoma tilraunar væri. En við höldum samt áfram til þess að geta talað hlutina. Og útkomurúm er hugtak sem við þurfum að þekkja, en það er bara mengi allra mögulegra útkoma tilraunar. Eða allra niðurstöður tilraunar. Og við táknum þetta útkomurúm, þar að segja allar þessar niðurstöður með stórum grískum bókstaf omega. Þannig að ef ég er að kasta teningi og muniði, útkomurúmið á að innihalda allar mögulegar niðurstöður, allar mögulegar útkomur. Þannig að ef ég kasta hefðbundnum teningi, þá eru útkomunar 6. Það er það að ég fái ás, ég fái tvist, ég fái þrist, fjarka, 5 eða 6. Þannig að útkomurúmið verður þá mengi þessara mögulegu niðurstaðna. Við nennum nú yfirleitt ekki að teikna það upp með þessum hætti, heldur táknum við útkomurúmið einfaldlega þá svona. Þetta er bara teningurinn skilar ás, tvist, þrist, fjarka, 5 eða 6. Nú ef ég er að taka 2 kúlur úr krukku, segjum það séu bara bláar og rauðar kúlur í krukkunni, ég gæti þá til dæmis fengið fyrst bláa kúlu svo rauða, eða bláa og aftur bláa, rauða og bláa, eða rauða og rauða. En aftur, við nennum ekkit endilega að teikna þetta með þessum hætti, heldur gerum við það einfaldlega með þessu móti, við bara
látum stóra B tákna að blá kúla fæst og stórt R táknar að rauð kúla fæst og ef ég setja hérna 2 bókstafi saman í sviga þá táknar fyrri talan hérna bara fyrri kúluna sem kemur upp og seinna táknið, seinni bókstafurinn táknar þá seinni kúluna. Þannig að hér ég sem sagt að fá bláa, svo rauða eða bláa og svo bláa eða rauða, bláa, rauða. Nú eða einfaldlega, ég þarf ekki að hafa hérna útkomunar þarna inn í sviga í sjálfu sér, ég hefði geta gert þetta svona, þetta skilst hvort tveggja. Blá, rauð, blá, rauð, blá, rauð. Nú, höldum áfram, hérna, já, hafið í huga að útkomur tilraunar ekki allar endilega jafn líklegar. Nú, þó að teningur eða hefðbundin venjulegur teningur hérna, þar eru allar útkomur jafn líklegar. Allar hliðar teningsins eru jafn líklegar, 1/7. En ímyndum okkur til dæmis krukku sem inniheldur fullt af bláum kúlum og 2 rauðar kúlur. Og tilraunin að velja 2 kúlur af handahófi úr krukkunni. Þá sjáið þið að útkomurúmið gæti litið svona út, ekki satt? Ég fæ bláa, rauða, bláa, rauða. En þið sjáið það án þess að við teljum kúlurnar yfir höfuð hérna í þessari krukku, þá hlýtur að vera langlíklegast að fá 2 bláar. Það sé bláa svo aftur bláa. Frekar ólíklegt að fá bláa og rauða eða rauða og svo bláa og lang ólíklegast að fá rauða og svo aftur rauða. Það eru hverfandi líkur á því. Þannig að þið sjáið það þó það séu 4 mismunandi útkomur sem tilraunin getur skilað, þá eru þær ekki jafn líklegar allar. Þannig, og hafið þetta bara alltaf í huga. Býtu, ég að vinna með útkomurúm þar sem allar útkomur eru jafn líklegar eða eru þær mislíklegar? Nú, kíkjum aðeins á fleiri lykilhugtök. Atburður. Við ætlum að skilgreina hugtakið atburð, en atburður ekkert annað en hlutmengi úr útkomurúminu. Ok. Kannski óþægt að hugsa þetta með einhverjum svona fræðilegu móti. Í rauninni þýðir þetta bara, þetta safn einhverja útkomana. Og ef við tökum dæmi, hugsum tilraunina hérna að kasta teningi einu sinni. Ok, við vitum það, útkomurúmið eru þá hérna, inniheldur þá tölunar 1, 2, 3, 4 eða 5. 6. Það segja, teningurinn getur skilað þessum 6 mismunandi niðurstöðum. Við vitum að það eru allar jafn líklegar ef að teningurinn alveg eðlilegur. En tökum núna til skoðunar atburðin A, því að við táknum atburði yfirleitt með stórum bókstaf. Ég ætla að hugsa atburðin að teningurinn sýni oddatölu. Nú, ég sagði að atburður væri hlutmengi úr útkomurúminu, ok, þá finn ég bara allar oddatölunar í útkomurúminu og segi atburðurinn A þá mengið sem inniheldur ás, þrist eða 5. Þetta eru oddatölunar. Og þið sjá það að þetta hlutmengi í útkomurúminu. Tökum annan atburð til skoðunar. Teningurinn sýnir frumtölu. Ok, ás ekki frumtala, tvistur frumtala, þristur frumtala, ekki fjarki, 5 frumtala, 6 ekki frumtala. Ok, þannig að tvistur, þristur og 5. Það eru frumtölunar sem teningurinn getur sýnt. Þannig að atburðurinn B sem sagt mengið sem geymir tölunar 2, 3 og 5. Ég bara teikna teningana hérna því að mér skemmtilega að horfa á það en að sjálfsögðu nota ég yfirleitt tölur. Ég skrifa bara 2,3,5 í staðinn þegar ég að reikna svona hluti á blaði. Kíkjum á einn atburð til viðbótar. Atburðurinn að teningurinn sýnir 7. En athugið það engin niðurstaða, engin útkoma þar sem að teningurinn sýnir 7. Þannig að þessi atburður bara tómt mengi. Það engin útkoma í útkomurúminu, það engin niðurstaða tilraunarinnar
sem svarar til þessa atburðar. Og bara til að hamra á þessu, kíkjum aðeins á hérna á tilrauna þar sem 2 kúlur eru dregnar úr krukku, þar sem í eru bláar og rauðar kúlur. Aftur, við vitum að útkomu rúmið, þar sé allar mögulega niðurstöður, það þá að fá bláa svo rauða, bláa svo bláa, rauða svo bláa eða rauða svo rauða. Ok, hugsum okkur atburð að minnstakosti ein rauð kúla sé valin. Ok, þá finn ég bara þær útkomur sem innihalda minnstakosti eina rauða, það þá blá rauð, rauð blá eða rauð rauð. 3 útkomur sem uppfylltu þetta. Nú, eða annan atburð, til dæmis að fyrri kúlan sé blá, þið sjáu það að ég get búið til alls kyns atburði, bara eftir því sem hentar mér. Fyrri kúlan blá, það þá blá rauð eða blá blá. Það ekki fleiri útkomur sem uppfylla þetta eða svara til þessa atburðar. Nú, ég geti búið til hérna atburð eins og hérna bara gul kúla fæst eða eitthvað slíkt. Nú, það væri þá tómt mengi. Eða atburðin, já, ég fæ að minnstakosti eina kúlu. Býtu, það eru allar niðurstöður skila að minnstakosti einni kúlu. Það skila meira að segja allar útkomunar í útkomurúminu skila 2 kúlum. Þannig að atburðurinn að minnstakosti ein kúla fæst, það yrði bara allt útkomurúmið. Og hérna, ég vona að þið séu farin að fá tilfinningu fyrir þessu, hvað atburðir eru. Það bara svona safn eða hluti af útkomunum í rauninni, í útkomurúminu. Ég ætla að stoppa hér, við skoðum hérna næst hérna fleiri lykilhugtök. Ég ætla bara að stoppa hér í bili.